gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða aðeins Hæstarétt, hvað Hæstiréttur var að pæla þegar dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að búvörulaga frumvarpið hafi bara verið ókei. Maður var búinn að heyra það svo oft hjá svo mörgum að það gæti bara ekki verið, að maður var eiginlega farin að trúa því að þetta væri hrákasmíð, þetta frumvarp og nánast glæpsamlegt. Í tengslum við þessa umræðu þá hefur heyrst að ákveðin hætta sé á að núna í framhaldi málsins að tiltekinn hluti þingmanna ætli að gæta sérhagsmuna en ekki almannahagsmuna og meðal annars hefur formaður félags atvinnurekenda Ólafur Stephensen látið þau orð falla. Ég ætla að ræða við hann núna næstu mínútur þetta mál. Vertu velkomin hér að Rauða borðinu. Takk fyrir. Ég er framkvæmdastjóri félagsins, ekki formaður. Afsakaðu, einmitt framkvæmdastjóri félagsins. Hérna, Ólafur, ertu pínu reiður yfir þessar niðurstöðu? Nei. Niðurstaðan kom nú ekkert að öllu leyti á óvart. Við áttuðum okkur svo sem á því að þetta, það að segja, formhlið málsins, það gat farið í rauninni kannski á hvern veginn sem var, og þá er ég ekki að tala út frá mínum skoðunum á því hvernig löggjöf eigi að vera úr garði gerð. Sko 44. grein stjórnarskrárinnar er náttúrulega í stjórnarskránni af einhverju ástæðu sem er til að tryggja vandaða löggjöf. Hitt er svona mál að sko dómstólar hafa játað löggjafanum mjög mikið svigrúm og meira oft heldur en sko manni finnst eðlilegt en þannig virkar bara dómskerfið á Íslandi og þess vegna kom dómurinn ekkert að öllu leyti á óvart hvað þetta varðar, hvað formhliðina varðar að þetta hafi rúmast innan ramma stjórnarskrárinnar. Sko okkar málflutningur hefur hins vegar verið sá alveg frá upphafi að alveg burt sér frá því hvort löggjöfin rúmaðist innan ramma stjórnarskrár eða ekki, þá væri hún vond. Og það er kannski sko frekar á efnisliðinni sem að sko sú umfjöllun Hæstaréttar er nú býsna rýr, þar að segja 65. grein stjórnarskrárinnar sem er jafnræðisreglan. Þar kemst rétturinn í raunina þeirri niðurstöðu og það kemur mér meira á óvart að Innes, okkar félagsmaður sem var hérna fyrirtæki sem hóf þetta dómsmál hafi ekki getað sýnt fram á sko, hvernig var það nú orðað að sér hafi verið mismunað með ólögmætum hætti en sko að okkar mati er alveg deginum ljósara að löggjöfin eins og hún stendur eftir breytinguna í fyrra, hún mismunar. Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu sem við erum sammála að Innes eigi lögvarna hagsmuna að gæta sé starfandi á kjötmarkaði og í samkeppni við afurðastöðvarnar. En sko það er mjög einfalt að taka dæmi og það var að sjálfsögðu gert í málinu það hvað gæti gerst á kjötmarkaði. Það er að segja afurðastöðvarnar er ekki bara afurðastöðvar, það eru líka stórir kjötinnflytjendur. Afurðastöðvarnar og fyrirtæki þeim tengd fluttu til dæmis inn núna á síðustu 2 eða 3 árum sko meiri hluta alls tollkvóta fyrir kjöt frá Evrópusambandinu. Og sem er nú sko á skjön við það sem margir halda og segja þegar sagt að þessar undanþágur frá samkeppnislögum hafa verið nauðsynlegar til að verja sko innlenda framleiðslu fyrir samkeppni frá útlöndum. Sko innflytjendurnir umsvifað mestu innflytjendurnir eru í hópi afurðastöðvanna. Og það er auðvelt að stilla upp dæmi þar sem að afurðastöðvarnar einfaldlega hafa með sér samráð segjum tilboð í tollkvóta eða bara verðlagningu eða að skipta á milli sín viðskiptavinum, láta viðskiptavinir hver annarar í friði eða eitthvað álíka sko. Og sem að er þá í þessu tilviki bara algjörlega refsilaust og bara akkúrat ekkert vandamál. Á sama tíma og ef forstjóri Innes myndi hringja til dæmis í forstjóra einhvers annars kjötinnflytjanda í félaginu hjá mér og ætla að tala við hann verð eða skipta með sig viðskiptavinu, þá geta það farið í fangelsi í alltaf 6 ár.
Og það sömulegis mjög ólík aðstæða því leit til dæmis að svo ég taki aftur dæmi af Innesi, þá það fyrirtæki sem hefur stækkað á undanförnum árum meðal annars með samrunum og kaupum á öðrum fyrirtækjum og þurft að fara í gegnum nálarauga samkeppniseftirlitsins með þá samruna og sæta ýmsum skilyrðum. Það svo búið að taka samruna eftirlitið úr sambandi hjá Afurðastöðvunum. Það einfaldlega bara fær samkeppniseftirlitið enga aðkomu að málum eða menn kjósa að kaupa önnur fyrirtæki eins og gerist þegar Kaupfélag Skagfirðinga kaupir Kjarnafæði Norðlenska. Samkeppniseftirlitið einfaldlega hefur enga aðkomu að því máli ef lögin standa. Já. Þannig að út frá hagsmunum neytandans þá sýnist þér alveg ljóst að óbreyttu þá setjum við í súpunni. Já, sko, ef löggjöfin stendur óbreytt með þessum dómi í gær þá opnast gluggi fyrir afurðastöðvarnar að fara í rauninni í svolítið kapplaup að klára samruna og hvað veit maður, mögulega einhverja aðra samninga sem rúmast á innan lagana eins og þeim var breytt í fyrra. Og fyrirgefðu ef ég skýti inn, mætti ekki segja að nú væri strategískt lag fyrir þessi fyrirtæki til þess að hamast alveg í breytingum áður en ný lög hafa verið gerð. Ekki nokkur spurning. Það er ekkert til dæmis í lögunum eins og þau voru samþykkt á þinginu í fyrra sem að myndi útiloka það að öll sláturinn og vinnsla á sauðfjár og nautgripaafurðum í landinu sameinaðist í eitt félag. Nákvæmlega. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að 2 fyrirtæki, sem sagt Sít og fiskur eða Ali og Stjörnugrís sem eru saman með yfirgnæfandi meirihluta svínakjötsframleiðslu og svínakjötsinnflutnings í landinu, rinnur saman í eitt. Hugsaðu þér það? Þetta er eitthvað sem bara gæti ekki gerst í nágrannalöndum okkar. Það er því miður gegnum gangandi rangfærsla bæði stuðningsmanna lagasetningarinnar á Alþingi og hagsmunaaðila í landbúnaðinum að lagabreytingin í fyrra hafi komið íslenskri löggjöf í sama horf og sé til dæmis í Evrópusambandinu og Noregi. Það er bara ósköp einfaldlega ekki rétt. Þar eru, vissar undanþágur frá samkeppnislögum fyrir framleiðendafélög. Það er að segja raunveruleg framleiðendafélög, félagsskap bænda sem í eigu og undir stjórn bænda. Og þannig náttúrulega var hið upphaflega frumvarp matvælaráðherra í fyrra lagt upp að undanþágan ætti að eiga við fyrirtæki sem væru undir stjórn og í eigu bænda. Ástæðan fyrir því að frumvarpinu síðan er breytt er sú niðurstaða meirihluta atvinnuveganefndar að framleiðenda félagsskilgreiningin sem hún var í frumvarpinu, þar að segja að það séu bændur sem séu ráðandi, hún ná ekki yfir stóru afurðastöðvarnar. Og það er enn ein lygin því miður að bændur til dæmis stjórni í raun og veru fyrirtækjum eins og séu í meirihluta í eignarhaldi í fyrirtækjum eins og Sláturfélagi Suðurlands. Þeir eru líklega einna næst því þar. Og í umræðum daginn við stuðningsmann frumvarpsins þá vísaði hann til þess að bændur væri meirihluta í stjórn Kaupfélags Skagfirðinga. Þeir ráða í rauninni ekki í Kaupfélagi Skagfirðinga og í eignarhaldinu eru þeir ekki ráðandi og ég tók nú í þessum samræðum dæmi að aðalfundur Kaupfélags Skagfirðinga fyrir 2 árum þar sem að bændur voru mættir samþykti að kaupfélagið og dótturfélagið þess ættu ekki að vera að flytja inn landbúnaðarafurðir. Aðstoðar kaupfélagsstjórinn tjáði sig í fjölmiðlum og sagði að þetta væri mikilvæg samþykkt og sýndi hvað félagsmenn vildu. Og í beinu framhaldi hætti Esja Gæðafæði sem dótturfélag Kaupfélags Skagfirðinga að bjóða í tollkvóta til innflutnings á kjöti. Hins vegar dúkkaði upp nýr bjóðandi sem hafði ekki sést áður á markanum, fyrirtæki sem heitir Hái Hólmi og er skráð í íbúðarhúsnæði í Garðabæ. Eigandi þess reyndist vera innkaupastjóri Esju Gæðafæðis og þetta er núna einn umsvifamesti kjötinnflytjandinn. Þannig að þetta er nú öll yfirráðin sem bændur hafa í Kaupfélagi Skagfirðinga.
Já, ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hvort þetta bara einhver rómantísku barnaskapur hjá bændum sem tala eins og þeir eru að gera eða hvort þeir eru ranglega upplýstir. En þegar ég heyrði þig ræða það í fréttum Stöðvar 2 að nú myndi reyna á það í framhaldinu hvaða þingmenn muni gæta almannahagsmuna og hvaða þingmenn sérhagsmuna, segðu mér aðeins hvað átt við. Já, fyrir þinginu liggur frumvarp atvinnuvegaráðherra að afnema þessar breytingar sem voru gerðar á lögunum í fyrra. Já, og við sjáum hvernig gengur að koma málum í gegn, það endalaust mál þó. Já, nákvæmlega. Og ég sá haft eftir Jóni Gunnarsinni í gær, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og nefndarmanni í atvinnuveganefnd, að það ætti ekki að samþykkja það frumvarp á þessu þingi. Og maður heyrir og sér að stjórnarandstaðan ætlar að þvælast fyrir því máli og þar með náttúrulega bara verið að opna betur þennan glugga sem ég talaði áðan, þennan glugga fyrir afurðastöðvarnar að vera í spretthlaupi að ljúka alls konar samrunum og samningum sem eru klárlega neytendum og samkeppni til skaða. Og þarna bara með mjög opinskáum hætti ganga stjórnarandstöðuflokkarnir erinda sérhagsmuna. Grímulaust. Algjörlega grímulaust. Það áhugaverða við þetta mál meðal annars og eins og ég segi og nefndi áðan, alveg burt sé frá því hvort málið stóðust 44. grein stjórnarskrárinnar eða ekki. Þá var það óvandað illa unnið og greiningin til dæmis á áhrifum þess var öll í miklu skötulíki. Starfsmenn Alþingis lögðu ítrekka til við meirihluta atvinnuveganefndar í fyrra að það yrði farin önnur leið í málinu. Að það yrði mögulega lagt fram nýtt frumvarp, að það yrði kallað eftir nýjum umsögnum og svo framvegis. Það var ekki gert. Að kom ekki ljós þegar farið að ræða málið í kosningabaráttunni í fyrra, bæði fyrir og eftir að dómur héraðsdóms féll sem taldi að málið hefði gengið gegn stjórnarskránni vegna málsmeðferðarinnar. Þá kom í ljós að talsmenn 3-4 flokkum sem studdu það bara játuðu opinberlega hafa ekki áttað sig á áhrifunum. Já, einmitt. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, sem núna berst ötullega gegn því að frumvarp atvinnuvegaráðherra fari í gegn. Hann viðurkenndi það í spjalli við mig í hlaðvarpsþætti Félags atvinnurekenda kaffikróknum að líklega hefði nú verið gengið of langt þegar ég tók dæmið af svínakjötsframleiðendunum. Þeir getu hindrunarlaust sameinast sem að myndi hvergi gerast annars staðar. Einmitt. Það hefði nú líklega verið gengið of langt og þyrfti að skoða það. Já. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem var á þeim tíma formaður VG sem stóð að samþykkt frumvarpsins, hann viðurkenndi sömuleiðis í umræðu þetta í sjónvarpi að málið hefði bara verið illa unnið og þyrfti að byrja því upp á nýtt. Bergþór Ólason, þingflokksformaður Miðflokksins, var hjá mér í þættinum og sagði að þarna hefði netinu verið kastað víðar heldur en hefði í rauninni átt að sig á í upphafi. Eini flokkurinn sem stóð að samþykkt frumvarpsins og hefur varið að gjörsamlega með kjafti og klóm Sjálfstæðisflokkurinn. Og sem að kemur mér nú svona, sem alin upp í þeim flokki hérna í Galanda svolítið ávart. Já. En eins og ég segi, áform atvinnuvegaráðherra núna eru að afnema lagasetninguna vegna þess að hún klárlega skaðleg, gengur lengra heldur en samkeppnisundanþágur í nágrannalöndum okkar ekki hagur neytenda og að ég tel ekki heldur bænda. Það ekki hagur bænda að eiga til dæmis bara einn viðsemjanda með kaup á sínum afurðum. Eins og náttúrulega bara að gerast í landi núna til dæmis. Einmitt. Og ráðherra vill byrja upp á nýtt og sem sagt leggja fram þá annað frumvarp undanþágur raunverulegra framleiðendafélaga, það er að segja bænda, til að ná hagræðingu í slátrun og vinnslu og kjöti og það, að því gefna það séu sambærilegar heimildir og eru í löggjöf í nágrannalöndunum, þá held ég að það ætti ekki að skaða. Það þarf að styrkja stöðu bænda og tækifærið í rauninni glataðist í fyrra. Það er að segja, auðvitað hefði og það var rauninni meining
matvælaráðherra eins og ráðherra var þá kallaður, Svandísar Svavarsdóttur. Og meining hennar að sko undanþágan gilti ekki fyrir afurðastöðvarnar í óbreyttum rekstri, heldur að yrðu gerðar breytingar á afurðastöðvanum til að auka áhrif og eignarhald og tryggja eignarhald bænda. Og ef stjórnvöld og bændur getur unnið saman að því, þá held ég að það væri nú bara umtalsverður ávinningur af því. Já. En að gefa afurðastöðum sem eru alls ekki undir stjórn bænda bara frítt spil og síðan sko horfum til dæmis bara á eins og síld og fisk og stjörnugrís. Þetta eru fyrirtæki í þröngu eignarhaldi einnar eða tveggja fjölskyldna sko. Og en nú svo öfugs nú sko þau hefðu síðan fallið undan þá ákvæðin eins og þau voru í hinu upphaflega frumvarpi. En ég held að sjáu það allir hversu galið það væri að þau fengja að sameinast án atbeina samkeppnisyfirvalda. Já. En sko, þingmenn eiga að vera bundnir af eigin sannfæringu og eins og þú lýsir þessu þá eins og þeir séu ekki alfrjálsir að eigin breytni. Það eins og þeir metið það þannig að þeir séu einhverjum hagsmunatengslum við einhverju öfl og framar öllu öðru verður þeir að treysta það samband. Ég hef stundum sagt sko að það er rauninni kosningakerfið á Íslandi er samkeppnishamlandi. Já. Það eru gömlu frumframleiðslu atvinnugreinar, landbúnaður og sjávarútvegur. Þar sem eru í gildi miklar samkeppnishömlur og nokkur rík samstaða að verja þær. Já. Þær hafa í rauninni óeðlilega mikil áhrif á pólitíkina vegna kjördæmakerfisins og kosningakerfisins. Þannig að það myndi greiða fyrir samkeppni í landinu að jafna atkvæði sitt. Þingmenn úr kjördæminu þar sem að þessar atvinnugreinar eru sterkar. Já. Þora gjarnan ekki að gera neinar breytingar sem rugga þeim bátum. Og ef við myndum ganga enn lengra og allt landið yrði eitt kjördæmi, væri það þá enn betra í svona siðferðislegu tilliti að þínum að já, ég myndi nú halda það sko. Já. En þetta nú ekki verið að ræða núna? Nei. Þvert á móti þá er þetta svolítið kunnulegt stef frá 2009-2013 stjórninni að það er fólk að reyna stjórnarlandinu sem ákveðin öfl í landinu telja að megi ekki hafa umboð til þess að stjórna landinu og það á að gera allt sem hægt er til þess að tefja og gera þetta ferli eins eins erfitt og mögulegt getur orðið og svo taka þessir gömlu valdaflokkar ef þeirra plan gengur aftur við og við lifum einhvern veginn í endalausu Groundhog Day við þetta rauða borða. Hvað er þetta þá? Svo ég taki nú kannski að mér bara hatt framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda og setja með hatt stjórnmálafræðingsins. Já, þá er ég mjög hugsi yfir því sko að flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem fengu einhverja sína verstu útkomu í síðustu kosningum og þurfa að sækja sér einhvern nýtt almennt umboð og höfða til breiðari hóps. Reki pólitík sem núna undanfarna vikur og mánuði hefur aðalega gengið út af það að standa vörð sérhagsmuni. Það finnst mér mjög svona harakýrilegt var ég að segja. Já, hvað ekki skýrið þetta? Já, nú verður bara með þennan hatt stjórnmálafræðingsins. Nú verður þetta bara sko, ég held að aftur að kjördæmakerfið spili inn í sko. Og en til lengi og náttúrulega auðvitað líka sko svo tilhneiging að fara eftir handbók Davíðs Oddssonar sem hann útlistaði nú eins og frægt varð þegar hann komst í stjórnarandstöðu í borgarstjórn að taka öll mál og gera þau tortryggileg þó að hann væri sammálaðið með hjarta sínu. Já.
til dæmis hérna leigubíla frumvarpið sem að við eru meira og minna sammála. Þau náðu að þæfa það í 8 klukkutíma sama dag og það var lagt fram og svona. Svo það nú eitt sko, og það hvernig hérna stjórnarandstöðunni á hverjum tíma, nota bene, tekst alltaf að tróða virðingu Alþingis niður í svaðið með innihaldslausu málþófi. Það löngu komin tími til að binda enda á það. Já. En þar eru náttúrulega sko stjórnar meirihlutin og stjórnarandstaðan algjörlega samsögg. Vegna þess að stjórnar meirihlutin þorir aldrei að beita þeim ákvæðum sem eru í þingskapalögum til að stöðva málþóf. Af því að hann vill geta átt það inni í framtíðinni þegar hann gæti verið komin í stjórnarandstöðu. Einmitt, þarna reynir á prinsipp. Já, og prinsippleysi náttúrulega eitt af sjúkdómseinkennum íslenskra stjórnmála. Já. Og þetta því miður það skortir kjarkin á þingi til að hérna, stíga þetta skref að binda enda á málþófið vegna þess að þar með væri mann að gera það í eitt skipt fyrir öll. En það myndi stór bæta myndi bæði endurreisa virðingu þingsins held ég og tiltrú almennings á því og gera vinnubröðin skilvirkari og löggjöfina betri. Af því að menn eru meira og minna að ræða aukaatriði og eitthvað sem að kemur málunum ekki við, þangað til það er gert sko eitthvað samkomulag á lokaspretti þingsins, þá eru málin keyrð í gegn í hasti og þá gerð alls konar mistök sem getur tekið mörg ára að vinda ofan af. Þess að við höfum ótal dæmi. Þetta svo mikið fúsk og mér svo gott að það skulle koma inn á þetta vegna þess að ég sé ekki betur en að virðing Alþingis sé núna bara í frjálsu falli. Við höfum óbeitt á þessum vinnubröðum. Við erum bara með vinnusiðferði, Íslendingar, bara sterkt vinnusiðferði. Og að þarna sé vinnustaður sem að tekur í engu tillit til þess að við teljum eðlilegt og gott fyrir rekstur íslenska ríkisins. Ég bara hjartanlega samanlæður. Ef þetta fólk var í vinnu hjá mér á stórum vinnustað þá var ég búinn að rekka það allt ef ég réði sko. Nákvæmlega. Og sko ég skil ekki árið 2025 að þessi menning sé enn við lýði. Þótt ég skilji særindi og þótt ég skilji það að það getur verið erfitt að sleppa völdum þegar þú hefur haft þá tauma lengi eins og til dæmis þessi valdaflokkar eru, þá hvorki skil ég hvað þeir ganga langt né í rauninni ég sáttur við það að nýju flokkarnir sem núna að stjórna landinu að þeir einmitt láti þá ekki bara reyna á prinsipin eins og þú segir. En sko það liggur alveg fyrir að andi lagana skaðlegur neytendum að þínu mati. Þótt Hæstiréttur sé ekki taka efnislega afstöðu. Nei, hann tekur ekki efnislega afstöðu í því en það fer ekkert á milli mála. Þetta skaðar samkeppni á markanum og skaðar neytendur. Ég meina náttúrulega afstaða til dæmis bara neytendarsamtakana og verkalýðshreyfingarinnar í þessu máli hefur verið mjög afdráttarlaus. En hefur ekki verið hlustað fyrir en kannski nú að atvinnuvegaráðherra leggur fram þetta frumvarp um að byrja upp á nýtt og reyna að koma málinu í þann farveg sem upphaflega var tilgangurinn sko. Og það náttúrulega líka eitt af því grátlega við þetta sko að það mál var náttúrulega búið að fara í gegnum langt samráðsferli bæði í samráðsgátt stjórnvalda og í samráðsferli þingsins. Síðan tekið og umsnúið gjörsamlega og undan þá eiga bara allt í einu við allt aðra aðila heldur en þá sem upphaflega var meiningin og áhrifin eru allt önnur. Og þetta átti ekki að fá að fara í neitt annað samráðsferli og gerði það ekki þó að samtök eins og við væru á síðustu stundu að reyna að koma einhverjum athugasemdum á framfæri sem ekki hlustað á sko. Þegar þú ferð út í búð í dag, finnst þér þú nú þegar sjá á strimlinum einhver óæskileg áhrif sem þegar hafa orðið? Nei, ég ætla nú ekki að halda því fram. Ekki enn sem komið þér? Nei, áhrifun ekki orðin það víðtæk eða djúp en það. Nei, en þú óttast að þetta, að við munum sjá þetta. Og eins og ég segi, bara það sem að gæti gerst ef löggjöfin færi að standa, það fengi ekki gerast í neinu öðru vestrænu ríki. Og ég bara ítreka það eru hrein ósannindi að löggjöfin samþykkt hérna í fyrra sé einhvern veginn sambærileg löggjöfin í London sem við berum okkur helst saman við. Að taka samruna eftirlit úr sambandi til dæmis hefur bara hvergi verið gert. Og fjölmörg dæmi það, til dæmis samkeppnisyfirvöld í Noregi og í Evrópusambandinu og Evrópusambandsríkjunum hafi sko staðið með hagsmunum bænda þegar að
stór og ráðandi fyrirtæki í landbúnaðinum hafa verið að stækka og sameinast. Þannig að ég myndi nú gjarnan vilja eiga þetta allt saman dýpra samtal við vini mína í bændasamtökunum sem einmitt auglýsa þessa dagana í mjög flottum og skemmtilegum auglýsingum eftir samtali landbúnaðinn og hans hagsmuni og framtíð. Ég myndi vilja eiga miklu dýpra samtal við þá hverjir eru hinnir raunverulega hagsmunir bænda í þessu átti. Ég held að það sé alveg stórkostlegur misskilningur að undanþágur frá eðlilegri samkeppnislöggjöf og einhver einokunnar starfsemi séu hagsmunir bænda. Kæra þakkir fyrir að koma hér til mín með skömmum fyrirvara, Ólafur Stephensen. Við fylgjumst með þessu máli. Þetta eru miklir hagsmunir fyrir neytendur, ekki satt? Jú, klárlega. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram með rauðaborðið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.